Er hægt að hlaupa of hægt? Nei, það er ekki hægt. Þegar við erum að taka rólegu skokkinn, þá viljum við hlaupa nógu hægt. Því að tilgangurinn með rólega skokkinu er fjölþættur, en hérna eru 3 punktar sem þið getið hugsað um. Við erum í fyrsta lagi að reyna að vinna úr æfingunni sem við tókum daginn áður. Öðru lagi erum við að undirbúa líkamann fyrir æfingu morgundagsins. Og í þriðja lagi erum við að þjálfa hjartað í okkur. Hjartað okkar að slá og bera súrefni til líkamans. Og þegar við erum í rólega skokkinu, þá erum við í rauninni að gefa hjartanu 100% æfingu. Hvernig get ég verið að taka 100% æfingu ef ég er að skokka mjög rólega og mér líður vel? Jú, þegar þið eru að hlaupa á það bil 60–65% af hámarkspúlsi er hjartað ykkar að slá af 100% krafti. Og þið getið ímyndað ykkur að ef hjartað ykkar væri í bekkpressu, að það gæti mest tekið 100 kíló að lyfta. Þannig að þegar þið eru í 60–65% hámarkspúlsi, þá er hjartað ykkar að lyfta þessum 100 kílóum. Ef þið hlaupið eitthvað hraðar, þá er það ekki að fara að lyfta meira en 100 kílóum, það er bara að fara að lyfta 100 kílóum hraðar. Og það merkilega við þetta allt saman er að þegar þið eruð í þessu rólega skokki, þá getið þið tala eins og ég er að tala núna og þið ættu meira að segja að geta sungið með laginu sem þið er að syngja með. Af því að þarna er hjartað að slá af fullum krafti en ykkur líður samt ótrúlega vel. Þetta er erfið hugmyndafræði að tileinka sér, en ef þú manst eftir því að hjartað þitt er að slá af 100% krafti, þá mun það gera þér auðveldara að hlaupa hægar. Því það er ekki nema þegar við kunnum að hlaupa nógu hægt að við getum loksins hlaupið nógu hratt. Þess vegna eiga rólegu skokkin að vera nógu róleg.